Góðan daginn og verið velkomin í beint streymi Ferðamálastofu og Ferðaklasans. Arnar Dansson heiti ég frá Ferðamálastofu og með mér í dag er Dr. Gunnar Haraldsson frá ráðgjafafyrirtækinu Intellicon. Í kynningu dagsins ætlum við að fara yfir stöðu verkefna og verkefnisins spákerfi í ferðaþjónustu. Verkefni sem hefur verið unnið að í rúmt ár en haustið 2020 var samið við Intellicon að þróa spálíkan eða raunar spákerfi fyrir íslenska ferðaþjónustu. Slíkt spákerfi getur reynst mjög verðmætt, til dæmis þegar meta á aðgerðaþörf eða fjárfestingaþörf í ferðaþjónustunni, styðja við ákvörðunartöku stjórnvalda og fyrirtækja, ásamt því að meta umsvif og afkomu greinarinnar í heild sinni. Í maí fyrir tæplega ári var gefin út fyrsta skýrslan í tengslum við þessa vinnu, þar sem farið var yfir hagfræðileg grundvallaratriði og sú skýrsla er aðgengileg á vef Ferðamálastofu. Það er auðvitað lykilatriði að spákerfið standi á sterkum fræðilegum grunni en sé þó einfalt í notkun fyrir alla hagaðila sem það kunna nýta. Nú er komið að næsta skrefi í þessari vinnu þar sem Dr. Gunnar fer yfir spágerðina, fyrstu niðurstöðu verkefnisins og þær helstu áskoranir og lærdóma sem á draga af þeirri vinnu sem hefur verið unnin hingað til. Ég ætla því bara að gefa orðið til Dr. Gunnars og sagt að ég mætti hafa náttúrulega frjálsar hendur í þessari kenningu, það hvernig ég fjallaði þetta, stöðun á verkefninu og hvert við erum komin og kannski ekki síst þar áskoranir og lærdóma sem af þessum áhyggjum sem að draga og ég ætla líka að nýta tækifærið að koma með svona dæmi niðurstöður. En þetta mun allt skýrast ef ég held áfram. Þessu. Þetta hefur verið mjög skemmtilegt verkefni og áhugavert verkefni. Verkefnið í raun og veru þetta að búa til spákerfi þar sem við spáum fyrir þessar náttúrulega lykilstærðir í íslenskri ferðaþjónustu. Fjölda erlendra ferðamanna sem koma til landsins, meðaldvalartíma, meðaleyðslu og fjöldi gistinna. Þetta hefur verið áhugavert og skemmtilegt verkefni margan hátt. Það hefur farið mikil vinna í gagnasöfnun og gagnaupplýsingu en það verður auðvitað að hafa það í huga þegar ég fjalla þetta hér að verkefnið er alls til lokið og það er enn í vinnslu. Þannig að verkefnið hefur þróast og mun þróast áfram. Það er bara mikilvægt að hafa það alltaf í huga þannig að það sem ég fyrir hér er til einhverja vendanlega niðurstöðu eitt slíkt, að reyna að koma til skila hvað við höfum að gera, hvaða áskoranir við höfum fyrir og hvert þetta stefnir allt saman. Nú, það er kannski ágætt alltaf þegar maður er að byrja verkefni sem þessum, að reyna alltaf að sjá því af hverju erum við að þessu. Til hvers að spá þessar lykilstærðir í íslenskri ferðaþjónustu. Og það er eins og ég hef sagt í innganginum, þetta getur verið mjög hjálplegt. Það er sem sagt hvað varðar skipulagningu greinarinnar. Ákvarðanir aðgerðir, þá er ég að hugsa kannski aðallega til dæmis opinbera aðilar. Hvernig eiga þeir að skipuleggja framtíðina, tillit til þessara greinar. Hvaða aðgerða á að grípa til og svo framvegis. Þetta getur líka verið að niðurstöður spáa sem þessara ættu að hjálpa til við fjárfestingar og aðra rekstrarákvarðanir, fyrirtækja og aðila sem starfa í greininni. Það má líka nefna það að spákerfi sem þessi geta hjálpa til þegar það að meta áhrif aðgerða eða viðburða. Þú getur sagt að þessi gripi til einhverja aðgerða í markaðsstarfi eða fjárfestingum eða slíkum og þá er hugsanlegt að nota niðurstöður í spálíkunum sem þessum til að meta hvaða áhrif þessar aðgerðir og þessar
ákvarðanir höfðu á þessar lykilstefnu. Það má þetta líka, það bara alltaf gott að hafa það í huga að minnst þú veist í mínum huga, það var alltaf betra að reyna þó að verkefnið séu erfið og flókið, það var betra að reyna að ná einhverjum árangri, reyna að lyfta stöðu þekkingar á viðkomandi málefni og þá kannski aðeins hærra plan. Nú, það eru auðvitað ýmsar aðferðir til við að spá. Það er bara mjög mikilvægt strax í upphafi að hafa það í huga að spá hvað? Hún er einhvers konar pælingar það hvað framtíðin mun bera í skauti sér. Nú, við byggjum auðvitað á þekkingu og reynslu. Það er mikilvægt að hafa það í huga að við erum ekki komið til á tómu borð. Það hefur verið skrifað mikið þetta, það er mikið þekking sem við safnast upp. Það er þekking innan greinarinnar, það er þekking hjá stjórnvöldum og greinendum og svo framvegis. Þessi þekking nýtist við spáir. Og það er að segja sér sjálft að þegar við erum að spá fyrir framtíðina þá er okkur gjarnt að líta til fortíðarinnar og við áttum okkur á því að lærdómar getur dregið af viðburðum í fortíð það sem gerast kann framtíð. Og það þýðir það að við erum alltaf að meta þetta sem við köllum í dag við horfur. Þegar horfurnar alltaf þess að þætti fjölmörgu þætti varða. Nú, það hefur verið lykilatriði í þessari vinnu sem við höfum verið í að það sé horft til gagnsemi líkangerðarinnar. Að spákerfið sem við erum að byggja upp, það sé auðvelt í notkun, það sé ekki og flókið hvað það varðar. Nú, auðvitað grundvallaratriði að það veiti áreiðanlegar vísbendingar framtíðinni. Og síðast en ekki síst að það nýtist sem flestum aðeins. Þetta sé ekki bara eitthvað sem nýtist, svo ég nefndi hér í upphafi, nýtist það bara stjórnvöldum eða bara greininni, heldur sem langflestum. Nú er þetta bara hreinlega þannig að ferðaþjónusta er orðið það stór og veigamikil grein í íslensku hagkerfi að framþróun hennar og vöxtur og viðgangur er ekki bara einkamál þeirra sem starfa í ferðaþjónustu, heldur ferðaþjónusta farin að hafa mikilvæg þjóðhagsleg áhrif. Þannig að það liggur í hlutinni segja að hvernig þessari inngrip, hvernig þessari grein vindur fram hefur þjóðhagsleg áhrif og hefur í rauninu áhrif á líf flestra þegna í þessu landi. Þannig að ég held að þetta sé bara mjög mikilvægt að þetta spákerfi sem við erum að það gagnist sem flest. Nú svo ég gerist nú farið nú aðeins svo meiri dýpt í þessu, hvaða spátímabil það sem við erum að horfa til? Við erum að vinna að spám sem til skamms, meðalangs og langs tíma. Það er að segja við erum, og ég mun koma aðeins ítarlegar að þessu hér á eftir. Við erum sem sagt að spá mismunandi gagnasett, þannig sem gagnasett mismunandi tíma, spá ástofnstofnum, spá með mánuð. Allar eru þessar spár taka mið af líkaunin taka mið af þeim gögnum sem verið að vinna með. Og þetta hefur verið mjög fundist áhugaverður hluti af spágerðinni. Það er að sjá þennan raun og veru mun sem það verður að vera í áherslum í spágerðinni eftir því til hvernig gögnum það vinna með og síðast en ekki síst til hve langs tíma til framtíðar verið að spá. Þetta er mjög áhugaverður þá. Nú, það verður að segjast eins og að þegar að við byrjum þetta verkefni þá
urðu nú atburðir sem höfðu nú heldur betur áhrif á horfurnar, ef við nú aftur vísa í það orð. Það er náttúrulega kunnara en frá þurfi að segja að COVID-19 faraldurinn gekk yfir og ekki enn síðan fyrir endan á þeim truflunum sem sá faraldur hafði á ferðaþjónustu, ekki bara hér á landi, heldur allan heim. Einnig það þannig að nú enn komið upp enn eitt áfallið sem stríðið í Úkraínu. Og þetta merkilegt í því ljósi að þegar við erum að skoða gögnin, þá vorum við auðvitað alveg fram að þessu, eða fram að því að við fyrir að vinna alvöru í þessar spákjær, þá höfum við verið tímabil þar sem hafi verið gríðarlegur vöxtur. Reyndar merki samdrátt 2019, til ýmislegt sem skipti þar máli eins og fall flugfélags og fleira. En strax í kjölfarið þá kemur þessi tveir atburðir sem COVID og stríðið í Úkraínu. Við sjáum þetta gríðarlega vel, við skoðum bara hreinlega fjölda ferðamanna eftir mánuði 2008-2021, þetta sjáum við annars augljós árstíðasveifla í gögnum. Sjáum þessa fækkun sem verður frá 2019 og svo náttúrulega þetta gríðarlega hrun sem verður í kjölfar COVID. Nú horfum við kannski á enn einn óvissu þáttinn sem stríðið í Úkraínu, en við erum svo sem eftir að sjá hvaða áhrif það mun hafa. En allt flækir þetta mjög. Já, flækir það gerir spágerðina erfið sem það. Það líka bara mikilvægt í þessu samhengi að í beinu framhaldi af þessu og það gríðarlega mikilvægt að átta sig á því hverju hægt að spá og hverju ekki. Og það ekki hægt með góðum hætti að spá fyrir óvæntum áföllum eða búhnykkjum eða einhverjum kerfisbreytingum sem nákvæmlega það sem við höfum verið að sjá til dæmis með COVID. Þetta eitthvað sem að hefðbundin spáum sem að byggja verið á undirliggjandi mekanismum eins og framboð og eftirspurn, verði, kostnaði og svo framvegis geta ekki gripið. Og það ekki bara áföllin sem erfitt að spá fyrir, heldur líka búhnykkjur eða það sem jákvæð áföll. Talan kerfisbreytingar, það eitthvað sem utan við líkön. Annað sem ég held að sé mikilvægt að átta sig að erfitt að spá eða þarf auðvitað að taka tillit til. Það það að það eru þessar ákvarðanir sem eru teknar sem að hafa mikil áhrif á þessa stærri sem við erum að spá. Það til dæmis ákvarðanir fjárfestingar í innviðum, framboð fjölsætta gististaða og alls konar hlutir tengjast því sem gert í markaðsmálum og slíku. Þetta eru hlutir sem geta haft mikil áhrif á þróunina, en leið hefðbundin hagfræðileg spálíkon kannski erfitt með að spá fyrir þetta. Þau geta spáð þegar ákvarðanir hafa teknar þarf að uppfæra spárnar af þessum atburðum eða ákveðnum keppnum. Við höfum lagt mikla áherslu á það að þessi traustur fræðilegur grunnur að þessu verki öllu saman. Við höfum þess vegna skrifað það skýrslur og hægt að finna það. Það ýmislegt sem skiptir hér máli, það að segja hvernig við horfum á undirliggjandi þætti sem skipta máli. Það þannig að ferðalag fjárfestingar ákvörðun sem fólk tekur gegnum ýmsum þáttum svo sem kostnaði og tekjum sínum og svo framvegis. En það líka þannig að framboðið takmarkast á hverjum tíma af þeirri afkastagetu sem til staðar Og þetta leitt til þess að það ýmislegt að benda til þess að til lengri tíma litið þá gera ráð fyrir svona því sem kallað þetta klassísku vaxtarferli þess að vöxtur getur
horfum mjög hraður sem við auðvitað horfum á með aðlögun að jafnvægi. Það verður hraður vöxtur og svo dregur úr honum þegar næstu jafnvægi og þetta svona grundvallaratriði í þessum lengri spátum okkar. Það má líka nefna það auðvitað og rétt að nefna það að þetta virkt rannsóknarsvið, það að segja spátum. Í fyrsta lagi mikill áhugi meðal hagfræðinga almennt á þjónustu og ekki síst á spátum fjölda ferðamanna sem þetta tiltekið. Við höfum farið nokkuð vandlega yfir allt það sem alltaf merkverðista sem þar hefur komið fram og þar hefur verið gert og þar verið að gera. Þetta mjög virkt rannsóknarsvið og í raun og veru fjölmargir sem að fást við þessi sömu atriði við erum að horfa til. Nú, ég nefndi það hér í áðan að við höfum verið að horfa að varða fjöldaferðum, spá fjöldaferðum, fjalla svo aðeins aftur, sem allir spá og herða. Og það í fyrsta lagi árslíkan sem við notum til millilangra spáa sem við þá spá til áranna þá 2022 þetta ár sem við til loka árs 2025. Svo höfum við verið ársfjórðungslíkan til að spá það ársfjórðungum það til 8 ársfjórðunga, það til ársfjórðunga 2023. Og að síðustu mánaðarlíkan annars konar greiningum til að spá þá fjölda ferðamanna í hverju mánuði. Þau líkun í raun og þannig að þau ekki heppileg til að spá með langt fram í tíma. Þannig að á þessu stigi höfum við verið að spá fyrir fjölda ferðamanna í hverju mánuði á því ári sem nú 2022. Þannig að þetta það sem gera ásamt og þarna mynd sem að sýnir hvernig gögnin eru og hvernig líkanið fellur að gögnunum eru. Það sýnir mynd sem sýnir hlutfallslega vöxt í ferðamannafjölda 2011-2020 og þið séu að þetta ekki spá, þetta bara hvernig líkanið fellur að gögnunum anfallið og þarna og þetta eitthvað sem við höfum skoðað mjög mikið að ytri stýristærðir, það það landsframleiðsla undir sem kemur út sem ágætis stýristærð. Aðrar stýristærðir sem maður hefði kannski haldið að myndu hafa mikil áhrif eins og gengi íslensku krónuna virðist ekki bæta mjög spá. Og ég nefni því sérstaklega þetta mætti nefna aðra hluti en það getur verið ýmsar ástæður sem að liggja bak í því að gengi krónunnar ekki góð. Þannig að þetta ekki alveg sjálfgefið að allar stærðir sem að heldur að hafa þetta mikil áhrif gefið. Það minnst þú ekki í þeim skilning að þetta bæti mjög spá. Ársfjórðungsgögn, þau sýna þetta en aftur þá þetta ársfjórðungsgögn 2013, annan ársfjórðungs til fjórða ársfjórðungs 2019, þá sjáum við að aðfalla líkaninu fellur nokkuð vel að gögnunum. Við sjáum þarna líka þetta sem allir þekkja þetta, sterk árstöðasveifla. Það verður að fara fram yfir rannsóknir á þessari árstöðasveiflu, það minnkandi, það eitthvað sem ætti þá að koma fram í framtíðinni. Þetta sem sagt ágætis ágætt líka. Og við höfum metið tímaraða líka, þar sem að tímaraða líkön reyndar, þarna sýnum við eina mynd af nokkuð, svo fyrir arima líkan, autoreggressive integrating moving average líkan í notaðla til að á gögnum og fjöldaferðum. Við sjáum eftir alls konar
snúninga fram og tilbaka að þetta þess fyrrt, þannig séð, það sem þetta var eitthvað að fjölda eftir mánuði. Þetta 2008 til 2024 og 2020, það segja alveg þangað til að COVID skellur á. Og það auðvitað þannig að þegar slík áföll verða þá vakna niður þessi sambönd að þetta spáð það verður mjög áhugavert bara núna næstu mánuði að sjá hvernig þessi líkön og prófanir hvernig þau mjög pikka upp nýja veruleika þannig að það komast. Og líka að prófa það með tauganeins líka. Þannig að það svona ýmislegt sem að þetta mjög skemmtilegt verkefni. Ekki svo einfalt, en þetta sýnir okkur það að líkanið, þessi líkan sem sýnir þetta bellir að vilja gögnum. Nú, það svo sem alveg ástæða til að koma með svona dæmi spá. Við taka áherslu á það að þetta dæmi spá. Við erum að verkefnið ekki lokið. Líkanir og spárnar verða samhæða áfram. Það að segja að niðurstöður skiptir þessi samræmi niðurstöður þessar líkanir. Við erum að prófa þetta áfram og fimmtúsa þessar spá. Þannig að við erum bara að leggja áherslu á það. Fólk gangi ekki frá þessu fundi og telja að þetta séu komnar spár sem séu lokað niður stöðu. Það varðar spár í þessu spárkerfi sem við erum til. En þetta ágætt að sýna svona hvar við stætt. Hvernig þetta lítur út. Ég bara á langri og djúpri reynslu þá þess vegna heyri ég að slá alla varnagla því að bara svona það þekkir það að meðan maður búinn að setja fram einhverju tölur þá telur fólk að þetta sé bara tölurnar sem að allt snúist og maður sé tilbúinn að verja með lífi sínu en það alls ekki þannig núna en það bara ég held að þetta sé aðeins tímapunktur til að setja þetta fram og sýna hvernig stönd. Þarna árspá, við sjáum að þarna spáð 2022, 2023, 2025 og þetta það bara fjöldi erlendra penninga til landsins. Við sjáum það að fyrir 2022 það spáði þetta líka. Það kom tæplega 1,5 milljón ferðamanna, það 564.000 ferðamanna. En óvissubilin mjög nokkuð víð, selvfølgelig. En maður til að lítja einhverjum spöld þá það læri við skrifum. Við erum með 9.000 og aðeins. Það víð, þess að víð og líka spöld. Þau líka, það horfum bara á þetta spárgildi, það stendur þarna fyrir 2023, það 2 milljónir. 2,1 2023. 2,6 2024 og 2,8 2025. Óvissubilin til að vaxa mjög mikið eftir því sem við græðum eftir tíma. Það segir kannski lítið. Þetta segir auðvitað mjög mikið þá óvissu sem það lengra hátt fram í tíma. En þetta kannski ekki að hafa það í huga. Þessi árspá við þessu líkani, þessu sköpum, sýnir mjög svo hraða vöxt. 2023, 2022, 2023 og svo haldið þessi vöxtum áfram og svo dræði úr hlutfallslega til 2024-2025. Þannig að þó svo að vöxtur þessi mikið til að sjá það að milli 2024-2025 það dregur úr hraða vaxtarins. Þannig var það dregur úr vextum. Þessi kallar íslenska. Og þannig að sjá þessa mynd sem ég var auðvitað spána. Nú, hvað var það ársfjórðungsspárnar, þar sem ég notað ársfjórðungsgögn, þá sjáum við að þetta ekkert svo fjarri því sem ársspáin spáði. Það að segja að á fyrsta ársfjórðungi, öðrum, þriðja og fjórða verður þetta eins og þarna sést. Þetta sjáum við nokkuð vel hvernig líkaminn nær utan þessa
sökum árstíðasveiflurnar fyrir því. Þannig gerum við fyrir því að þessi meiri fjöldi aukning milli fyrsta ársfjórðungs og annars en svo lækkun milli þriðja ársfjórðungs. Þetta sé svona nokkurn veginn tölurnar, 275.000 fyrsta ársfjórðungi, 358.000 á öðrum, 269.000 þriðja og svo 320.000 tæplega fjórða ársfjórðungi sem að saman gefur það ferðamanna alls fyrir árið 2022. Og þetta ekkert, þetta miðgildi spárinnar ekkert svo langt í burtu eins og þau sáu frá því sem var á ársspánni sem var 1,49 þegar var rétt, 490.000. Þannig að þetta er svona nokkuð verið sama bili og þarna sjáum við þetta sundur við að vekja ástofnum. Og óvissan hefur þetta áfram töluverð hverja, það varðar hverja spá, ársfjórðung og fyrir 2023 þá það eftir ákveðið því að þessu áður það verður vöxtur milli 2022-2023. Þetta verður töluvert fleiri sem komið hverju mánuði fyrir sig eins og verður síðan á árslegsveiflanum áfram greinilega og alls verður að byrja förðum til Íslands láttanum 2023. En auðvitað óvissu beiling fyrir þessari. En summan 2022 svipuð í ársspánni en 2023 það var töluvert lægri eftir að var í ársspánni. Þetta eitthvað sem þarf að velta fyrir sig samræma koma einhvers konar samræmi á þetta þannig að þetta rýmir saman. Þið sjáum það og heyrið þegar ég tala þetta. Þetta eitthvað ég bara leggja þetta fram því þetta eitthvað sem við höfum eftir að skoða og taka kannski ákvarðanir hvernig við tökum. Allt snýst þetta nú það að búa til spá sem byggja traustum grunni og leiðir mánaðarspána, þetta dæmi það. Það verður að segja þess að mánaðarspána sem byggja á mánaðargögnum eru mjög háðar því við háðum ýmsu sjálfsögum eins og þess að það ekki síst því hvaða gagnatímabil metið, hvaða tímabil þú tekur að þetta eru raunverulega líka sem byggja því sem læra af fortíð. Hver þegar að koma ný gögn hverju mánuði að það uppfæra líkömum sig til að nýta þær upplýsingar sem með unnifæri þessum nýju gögnum. Þetta er mjög mikilvægt að hafa í huga. Ég set þarna eina svona bara til upplýsingar og prófa að það líka. Ég var svona að hugsa hvort ég ætti að setja þetta allt fram en það er sem sagt ég setja þetta svona fram það er allins NN neural network líka. Hitt eru svona ólíkar útgáfur af svona tímaræði líkunum. Þetta ARIMA líkan sem ég sýndi einhvern veginn af áðan, það er hérna fremst. Og þið sjáum að samkvæmt því þá verður þróunin sem eins og þarna er lýst. Þið sjáum að það næri þessu að það er koma, það er einhver hrað og vöxtur, það er að segja að það er langflestir sem koma, eða flestir sem koma í ágúst, svo hækkar og að alls en að summerar upp spánum á 1,6 milljónir. Hin líkönin, þetta eru allt hérna niðurstöður þar sem að notur gögnum fram að COVID, eins og ég nefndi áðan þetta er auðvitað bara alltaf spurning, þetta er val, þetta er ákveðin hvaða tölur maður nota til að setja inn í spáleikunum og eftir COVID er það mikil röskun á gagnaröðum að við má orða þannig að þetta verður ekki mjög samanlega niðurstöður en þeir byrja alltaf á tímaverð en auðvitað núna munum við uppfæra þetta alltaf með því þegar við komum að koma en þetta
minnst að aðri vinningum sem fremst að höfðu svona hefla töfra og rýmar semmilega vel við hinar spánar. Þannig að við svona best með það þegar við orða það þannig. Og þegar ég segja þetta, það einhvern 6 miljónir ferðamanna sem kom til landsins, ég segja þetta aðeins meira heldur bæði Östspáin og Skörðum Spáin og gera ráð fyrir, en svo sem ekkert algjörlega taktir enn. Þannig að við setjum þetta upp sem sagt, sjáum við allir til ykkur kannski stýrum mynd af því hvernig þetta og líka það þannig aðri vinningum mitt sem við búin að tala stöld það upp í vinstra horninu og þarna sjáum við það sem sagt ég læt að spá frá febrúar 2020 sem sagt svo bara það hefur verið eðlilegt og þess að það spáir alltaf ég hlakka eiginlega til að spá sko þá þegar við fáum að spila gögnin sögum þessi flugvarsam öryggismörkin eru víð þegar lengra langt fram í tímann en það þetta alls ekki líkum sem á að nota til að spá mjög langt fram í tímann eins og ég sagði áðan líkum þau læra stöð með nýjum gögnum og því mikilvægt að uppfæra þessi spáreglur það munum við gera það er hluti af þessu spágerð og þessari spáferli þessum. Nú, hvaða lærdóm að mann draga af þessu, það margt sem við höfum lært af þessum minnstakosti og svona, það fjölmargt, þess að ég vil svona aðeins að bara hnykkja á, það eru 4 atriði, það það að varðandi öll þessi líkön, þá mjög mikilvægt að huga því hvaða tímabili fortíð nota til að spá fyrir framtíð. Þetta nánast svona, kemur aftur að þessum upphafsglæðum mínum, það hvernig á að spá almennt. Við stuðumst alltaf við fortíðina, eða ekki alltaf, já við stuðumst stórum hluta við fortíðina, reynslu fortíð til að spá fyrir framtíð. Og hvernig við gerum það alveg einfalt mál. Hvaða tímabili við notum, svo framins kynsum fyrir alls konar viðbörðum sem kirkna spáði. Líka bara verða á svo líka samdráttum þarna 2019, það skiptir máli í þessari spáði. Það má kannski segja það, sem að gerist bara alveg heiðarlegu, og vissan að þetta er heppilegt, heppilegt að því leyti að það verður svona þegar maður hefði horft bara á endalausan vöxt í þessari grein, það er að segja í fjölda ferðamanna, sem ég er búin að vera að tala bara núna, fjölda ferðamanna, að þá hefði þetta verið bara einhvern veginn, það hefði verið líkun að spá því áfram, svona nema eða sem sagt það hefði orðið svona kannski reynd meira á þetta hvar við hefðum fundið mörkin í bara hreinlega möguleika til að taka maður til fólki. Ég held að þetta undirstrýkur líka þetta mikilvægi þess að horfa á þessi líkun eins og yfirvegulega þróa sem þessi klassíska nástæði. Þetta ekki bara endalega svöngstöðu. Nú, það þetta stóra mál og COVID-19 stundum Úkraínu er eitthvað sem þessi líkun spá ekki fyrir. Það bara þannig við alltaf að hafa það við. Í þriðja við erum að fylgjast að spá spá öðrum stærðum, þessi fjöldutestin átt á meðal Ísland og meðaldalartímum sem við erum að spá. Ég vil þetta vera með framhjúna, þetta alveg tímabært, þetta fyrir stærðir sem við segjum spáði sem bara bengt ábært þegar við skoða annars vera að spá þessum út frá tölum fjöldaferðana, en að hins vera að spá þessum tölum beint. Þetta þetta nátengt fjölda ferðamanna og samsetningu ferðamanna. Þetta það þessi stærðir áhugavert. Bæði tíms hvað varðar meðaltalið mismunandi eftir þjóðöldum meðal Ísland, mismunandi eftir þjóðöldum þjóðerni ferðamanna. Þetta svona
sem töluverð áskorun að gera. Nú, svona í lokin þá held ég að það sé rétt að nýta því það sem við kannski, þetta hefði kannski átt að vera til lærdómur. Ég held að það sé kannski til lærdómur að við vissum þetta frá byrjun. En það mikilvægi þess að það sé festa í spádgerðinni og það sé svona umgjörðin spádgerðinni sé góð. Það að segja að ég tel að þessi fundur með ykkur öllum hluti af því að skrifa það átt og það mikilvægt að yfir bara þessa spá. Það mikilvægt að fá gagnrýni og endurgjöf þannig að við bætum okkur alltaf í þessari spádgerð. Og ég hvet eiginlega bara alla fyrstu sem að hlusta að hafa samband við mig og okkur brændilega ef að við viljum koma á þetta er ekki spurninga og það svo framvegis en líka það að við viljum koma á stað einhvers konar sambandi þá meira en verkefni að kalla eftir því þegar þetta er þannig að mjög mikilvægt að það sé þessi endurgjöf, þessi yfirferð, gagnrýni og endurgjöf sem vonandi bætir spána. Það hefur verið á okkar mati bara mjög mikilvægt í þessu öllu saman. Þetta sé hluti af aukinni þekkingaröflun hvað varðar ferðaþjónustu á Íslandi og þetta sé skrifið það átt, þetta sé hluti af því ferli að reyna að lyfta þekkingu og því sem við teljum okkur vita íslenska ferðaþjónustu upp á kannski aðeins hærra plan og ég bara ætla að hnykkja á því bara í lokin að segja það að það er með þessa spádgerð eins og allt annað. Við vonumst til þess að við verðum stöðugt að bæta okkur. Við munum ekki koma með endanlega, við munum aldrei koma með eitthvað þetta er verkefni sem við verðum alltaf að vera að bæta. Það verður aldrei komið því fullkomna líkan sem spáir þessu bara eins og ekkert síðan. Við fullkomna vissu, það verður alltaf óvissa, það verður alltaf breytingar sem við til. En ég vona að þetta sýnist þess að skrifa það á það bætum þekkingu eða íslenska ferðaþjónustu. Ég ætla ekki að láta mig til að vera minnhálfur, bara við þakka fyrir og endilega spurningar eða eitthvað, hvort sem við viljum spyrja hér eða hvað hafa samband með öðrum. Þakka ég bara kærlega fyrir. Hljóða þegar þið verður til sagt þetta, þakka fyrir að hlusta. Við þökkum Dr. Gunnari kærlega fyrir gott erindi og góða stöðu kynningu á verkefninu. Við fengum einhverjar athugasemdir að hljóðið hefði verið lélegt á köflum, við byggjumst bara innilega forláts á því, en bendum á erindi verður gert aðgengilegt á vefsvæði og vefsíðu Ferðamálastofu þar sem á nálgast það í góðum gæðum. Eins ef einhverjir eru forvitnir verkefnið eða vilja vita meira, þá er að gera að senda okkur línu eins og Gunnar sagði, hvort sem það er í gegnum tölvupóst eða einhverja aðalmiðla og við svörum auðvitað hæl. Annars sé ég að það voru engar spurningar á Facebook, þannig að ég bara þakka öllum áheyrnina fyrir hönd Ferðamálastofu og Ferðaklasans og við hlökkum auðvitað til frekari verkefna.